Komið sæl. Nú í ár kom út þriðja útgáfa bókar minnar Fjallakúnsnir segir frá, þar sem Stefán frá Möðrudal, eða Stórval, rekur sögu sína. Þetta er að vísu mynd af, sem við sjáum hér, af annar útgáfunni sem kom út 2009, sem að ég hef nýju útgáfuna því miður ekki við hendina. En fyrsta útgáfan kom út árið 1980 hjá Erni Örlygi, en Skrudda gaf út aðra og þriðju útgáfuna. Ég ætla að lesa hér kafla sem heitir Nú skal sagt frá afa mínum, honum Stefáni sálaða í Möðrudal. Eins og ég hef áður sagt, þá er ég ekki af hinni svokölluðu Möðrudalsætt. Ég er af Brúarætt. Sú ætt bjó á Brú í Jökuldal alveg frá því katólsku og þangað til hann afi minn, hann Stefán sálaði Einarsson í Möðrudal, gerðist ráðsmaður Ástríðar Vernarsdóttur þegar hún varð ekkja eftir hans Sigurð. Stefán sálaði afi minn var mikið glæsimenni, af vallarsýn og ágætur búhöldur. Hann hafði heldur ekki verið lengi í Möðrudal þegar fegursta heimasætan þar varð einhvern veginn svo skotin í honum að þau bara giftu sig. Hún hét Aðalbjörg og þótti bera af öðrum konum, en það hjónaband stóð ekki lengi því hún Aðalbjörg, hún dó af barnsförum. En þegar hún var að deyja þá segir hún við hann Stefán heitinn, þá segir hún við hann svona að hún treysti engri konu betur fyrir barninu en henni Arnfríði á Ljósavatni. Og með það dó hún. En hún Arnfríður, hún var einbirni dóttir Sigurðar á Ljósavatni. Hún var af ætt séra Jóns í Reykjahlíð. En það var þannig, skal ég segja þér, að þegar hún Arnbjörg dó, þá erði Stefán sálaði afi minn náttúrulega sinn skerf af Möðrudal. Svo hann bara keypti afganginn. Hann var ekki nema 32 ára þegar hann fór að búa í Möðrudal, þessari líka kostajörð. En að því hún Arnfríður frá Ljósavatni, seinni kona hans Stefán sálaða afa minns, var komin á honum séra Jóni í Reykjahlíð, þá má ég til með að segja frá honum. Hann var nú ekki karl til að spauga með, hann séra Jón í Reykjahlíð. Hann var tvíkvæntur og átti 30 börn með fyrirkonunni, 30 börn með síðari konunni og 30 börn með kaupakonunum. En hann borgaði vel með öllum sínum börnum. Hann var svo mikill öðlingur, hann séra Jón í Reykjahlíð. En það er að Stefáni sálaða afa mínum að segja að eftir hún Aðalbjörg dó, þá náttúrulega fór hann að hennar ráðum og kvæntist Arnfríði á Ljósavatni. Hvað heldurðu, maður? En ég má til með að segja ykkur frá því að hann séra Jón í Reykjahlíð barnaði vinnukonu þegar hann var kominn hátt á tíræðisaldur. Ég man nú ekki lengur hvað hún hét, vinnukonan, en þetta var stúlka sem fengið var til að líta eftir gamla manninum í ellinni. En hann var þá bara ekki gamlari en þetta. Hann séra Jón í Reykjahlíð, hann gat barn einhvern veginn með hverju konu sem hann augum leit. Hann gat ekki séð konu án þess að hún yrði ólétt. Það voru náttúrulega kaupakonunnar. Það gerði nú kannski ekki svo mikið til. Það er svona komu og fóru. En það var verra með vinnukonurnar. Og það má mikið vera ef hann bara barnaði ekki hver einustu konu í Mývatnssveit. Hann var mikill höfðingi, hann séra Jón í Reykjahlíð. En ég var að tala hann Stefán sálaða afa minn. Hann var forkunn og duglegur maður, hann afi minn. Og ekki vantaði að hún Arnfríður amma mín væri merkiskona. Hún var söngstjóri góður, hún Arnfríður heitinn. Ég hef víst ekki sagt frá því að fyrst eftir að þau giftu sig, hann Stefán sálaði og hún Arnfríður heitinn, þá bjuggu þau að Ljósavatni.
En þau voru ekki lengi þar. Honum Stefáni sálaða þótti snjórinn þarna á Ljósavatni heldur limpíulegur og ekki góður til betar. Þetta var svona hálfklestur snjór sem kom í hagana. Það var þess vegna sem hann Stefán sálaði afi minn keypti það sem hann ekki átti fyrir í Möðrudal og flutti þangað. Honum búnaðist alveg hreint barast á forkuna vel. Hann var nú heldur engin búskussi, hann Stefán sálaði. Hann var svo mikill hægleiksmaður að hann byggði bæði timburhús og timburkirkju í Möðrudal. Slíkt hafði aldrei sést áður í Möðrudal og þótti fínt, en það var það. Hann Stefán sálaði afi minn var líka mikill læknir og göngumaður, segi já. Það var fáu lagi líkt. Það þarf bara að fara saman í vegleysum fjallanna að vera læknir og göngumaður. Það er ekki mikið gagn af því að vera læknir og komast ekki milli bæja. Hann þurfti oft að fara langar leiðir til að lækna fólk, hann Stefán sálaði afi minn, jafnvel norður í Grímsstaði og oft í stórhríða veðri. En hann Stefán sálaði var hverri yfirsettukonu betri. Einu sinni kom það fyrir á jólanótt að maður kom austan af Jökuldalsheiði að sækja Stefán sálaða. Það þurfti að hjálpa konu í barsnöð. Það var svona hríðarmugga, en Stefán sálaði var ekki að setja það fyrir sig. Bröskur maður og hann var, heldur fór strax með manninum. En þegar þeir komu á áfangastað, þá var konan búin að fæða barnið og blóðið rann út allt gólf. Hún hafði blóðrunnið. Þetta var eina konan sem hann Stefán sálaði misti svona út úr höndunum á sér. En hún var bara skilin við áður en hann kom.